Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Þá komið að síðasta viðmælanda kvöldsins sem engin annar en Ólafur Oddur Sigurðsson, formaður og framkvæmdastjóri Glímusambandi Íslands, en helgina var keppt í 107. Íslandsglímunni í þjóðaríþrótt Íslendinga hérna á Selfossi og hann komin á línuna hér. Heill og sæll félagi? Já, sæll og blessaður. Hvernig hefurðu það? Já, það bara frábært. Svona áður við förum í Íslandsglímuna sjálfa, glímutímabilið núna, það búið að vera svolítið sérstakt, má segja, svona hver eru búin að vinna eins og bikarkeppninar og fleira? Já, það kannski sérstakt, en það kemur líka til að því að svona besta glímufólki hefur líka verið að keppa erlendis og það hefur stundu skarast á mótin. Þannig að þau eru ekki endilega alltaf með. Nei. Það bara svona þegar það er afreksstarf í gangi, þá eru menn að keppa þetta tölvöld mikið erlendis líka og það verða bara betra glímufólk. Og já, hinni erlendu, þau eru alltaf að bæta sig í íslensku glímunni? Já, það svo sannarlega að gera. Við vorum með núna 17 erlenda keppendur á bikarglímunni og þeir sem að koma ár eftir ár og þeir eru bara í stöðuri framför og farnir að ógna verulega okkar besta glímufólki. Já, maður tekið eftir því að maður einhvern veginn horfir alltaf á sjálfsagðan íslenska sigur, en maður verða smá svona stressaður. Já, það bara óskapverlegt og það nákvæmlega eins þegar við förum út og keppum í þeirra fangbröðum og við erum farin að sigra mót og það bara eðlilegasti hlutur að það komi góði fangbröðamenn og vinni stöku sinnum hér. Það sýnir bara að samskiptin eru all nokkur og menn eru farin að stunda meira fangbröð hverja annara. Já. En hvernig þessi erlenda glíma sem við verðum að taka? Þetta svo í keltnesku, eða hvernig var það aftur? Já, við erum í keltneska fangbröðasambandinu og innan þeirra eru all nokkra greinar en helstu greinarnar eru backhold sem svona eins og hryggspennutögg og svo grein frá Britanniumskaganum í Fraklandi sem heitir Gúren. Og það haldin Evrópumeistaramót á 2 ára fresti og það var alltaf keppt í þessum tveimur greinum, auk svo heima greinarinnar, ef að til dæmis Íslendingar halda móti, þá erum við með glímu sem 3. grein. Og þannig að fólki sem fer og keppir, það þarf að vera nokkuð jafnvígt á 3 mismunandi fangbræða tegundir. Þannig að það alveg hellingur að fara í gegnum svoleiðis helgi. Nákvæmlega. En hvernig gengur ykkur í glímunni að svona, þetta náttúrulega þjóðaríþróttin okkar, hvernig gengur ykkur að svona kynna glímu íþróttana? Hún ennþá, kunna allir grunnskóla landsins ennþá glímu? Ég myndi nú ekki segja að kunni allir grunnskóla landsins glímu, en glíman hefur nokkuð svona sterka stöðu á nokkur svæðum á landinu og það svona svo kjarnir sem við reynum að byggja bara utanum betur því að það þarf það ekki nóg að hafa góða kynningu í skóla, það þarf að vera eitthvað sem tekur við áhugasömum miðkendum, það þarf að vera þjálfari, það þarf að vera klúbbur og utanum allt. Þannig að en ég hugsa að margir viti hvað glíma og glíma hefur bara verið nokkuð svona vinsæl í bara í tíðarandin hefur verið þannig að það hefur verið notuð glíman bæði í leikritum og auglýsingum og hinn og þessu, þannig að það vita margir hvað glíma En já, nú var náttúrulega fóð fram Íslandsglíman í Iðu helgina. Já. Þetta var svona, fyrir keppnina, þá vissi maður ekkert hver væri að fara að taka grettisbeltið í rauninni eða hjá stelpunum Freyju Mennið eins og að kallast. Já, nei, þetta var alveg tvísýn keppni þó að þau hafið bæði Ásmundur sem sigraði karlaflokkin og Marín sem sigraði kvennaflokkin, þó þau hafa farið á fullu húsi gegnum þetta, að það voru jafnar glímur og keppnin jöfn, fólk þarf virkilega að vera á tánum og eiga góðan dag til að fara í gegnum svona mót. Og til dæmis í karlaflokki þá réðist nú bara úrslitin í síðustu glímu á síðustu sekundunni. Já.
Þannig að við getum sagt að Ásmundur hafi nýtt tíman vel. Já. En Pétur Þóri sem að endaði í öðru sæti og glímdi þarna við að loka glímuna, hann er náttúrulega marg reyndur keppnismaður og kampaði beltinu sjálfur 2008 fyrir 9 árum, þannig að það er einstaklingu sem er alveg feikilega góður og hefur verið að glíma rosalega vel í vetur. Við förum aðeins í gegnum keppendurna sem voru að keppa Grettisbeltið. Ásmundur Hálfdán sem er með Grettisbeltið núna, þetta er hvað í annarsinn sem hann sigraði það? Hann sigraði það ekki skipti í fyrra? Já, hann sigraði í fyrra og varð annar árið þar áður. Já, þannig að hann er komin hérna grimmur inn. Já, hann er búinn að vera á toppnum núna í 2 ár. Þannig að og hann fær alveg eina byltu en það er bara svona eins og sannur keppnismaður, þá fer hann samt í gegnum mótin og einhvern veginn tekst honum alltaf að sigra þau og en það er bara mjög jöfn keppni, þannig að það eru 3-4 menn sem eru mjög jafnir í karlaflokkunum og ef þú átt lélegan daga þá ertu bara farið niður 2-3 seti, þannig er það bara. Og já, Pétur Þóri, þú sagði okkur frá honum aðan, hann sigraði 2008 mývetningi, hann hefur alltaf verið viðlóðin eða ekki í kringu glímuna? Jú, hann er alltaf búinn að vera bara, var margfaldur grunnskólameistari og Íslandsmeistari í yngri flokkum og svona sem dæmi þá hefur hann nú orðið, bæði glímukóngur, hann hefur orðið 4 sinnum núna í öðru sæti, 3 sinnum í 3. sæti. Þannig að það er alveg, menn sjá það alveg þegar menn fara að skoða ferilina, þarna glímumaður sem er gríðarlega sterkur. Já. Einar Eyþórsson, mývetningi sem lenti í 3. sæti. Já. Hvaða höfðingi það? Hann og Ásmundur eru jafnaldrar, búin að keppa upp alla yngri flokkana, en Einar er yngri bróðir Péturs Eyþórssonar nokkuð sem var glímukongur 9 sinnum. Já. og pabbi þeirra var reyndar glímukongur 2 veginn, þannig að hann er nú aldrei þess að glíma fjölskyldu og honum hefur tekist að leggja alla þessa kappa sem voru að keppa en ekki alla á sama mótinu og það er kannski kúnstin í þessu. Þannig að það er mjög skæður keppandi líka. Þegar komið einmitt að Grettisbeltinu sem er einn mesti heiður sem þú getur unnið á Íslandi í íslenskum íþróttum. Já. Þetta er bara elsti verðlaunagripur sem keppt er í íslenskum íþróttum. En hvernig með Pétur bróður hans? Hann vinnur 9 sinnum. Vill hann ekkert fara að vinna 10. skipti svona? Já, það er, örugglega vill hann það, en það er nú þannig með lífið að hann er nú orðið 3 börn og stóra fjölskyldu og það er að sinna þess öllu og það er bara meirinn að segja það að hanga svona lengi á toppnum, geta lagt allan tíma sem þarf í æfingar. Það er ekkert skrítið að svona þegar eins og hann er nú bara orðið 39 ára gamall að það hægir svona aðeins á og kannski fókusið fara eitthvað aðeins í aðra ráttir. En þá erum við konir að Jón Gunnþóri Þorsteinsinni, HSK, hann kemur þarna eða ekki nýr sem keppandi inn? Jú, Jón er náttúrulega bara svokallum að keppa í fyrsta ári núna í kallaflokkum, er ennþá gjaldgengur í unglingaflokk og er stór og sterkur strákur en það er svona aðeins að brattan að sækja því að reynslan telur bara svo mikið og þegar hann er einhverjum 4-5 árum yngri en hinni strákarnir þá er það bara svolítið mikið en það var feikilega sterkt hjá honum að vinna glímu þarna á þessu móti og hann á framtíðina fyrir sér. Þá erum við konið að Hjörti Eli Steindórsinni úr UIA. Já, Hjörtur, þetta var kannski ekki hans besti dagur. Hann hefur er náttúrulega dálítið léttur, hann er tölvöld léttar en hinni, hann er að keppa núna í mínus 74 kg flokki og hann er nú jafnaldri Einars og Ásmundar og glímt alveg margoft við þá en það hefur nú reynst svona svolítið þrautið þingri að kljást við á og hann hefur þó náða að leggja Einar held í einu sinni en það tókst ekki á laugardaginn. Já, nákvæmlega. En ef við förum í Freyjuminnið hjá konunum, þar var hún Marín Laufey Davíðsdóttir sem var hæst, hún var að vinna eða ekki, sændarheitið, bara glímudrottningi Íslands í 5. skipti. Já, það er náttúrulega bara árangur sem er mjög athyglisverður því að hún hefur bara keppt 5 sinnum Freyjuminnið og unnið í öll skiptin. Og en
sá sem fylgir á eftir henni þarna, Jana Lind Erlendsdóttir, Jana hefur nú skellt Marínu þó nokkru sinnum með það ekki líka? Jú, henni hefur tekist að leggja hana nokkru sinnum, en hérna, það er eins þar, hún nú í allt öðru þyngdarflokki, þau eru líka öll að undirbúa sig fyrir Evrópumeistaramót í keltnesku fangflöðum sem í næstu viku. Já, þannig að þið eru að fara út í næstu viku með þær? Já, við erum bara að fara út á föstudagsmorgun. Ok. Stór hópur. Aldrei farið með svona stóran hóp út áður. Já, hvað er þetta stór hópur sem er að fara? Það er 15 manna hópur samtals. Já. Já, það er spökkið þess að það er nóg að gera í glímunni og kannski heyrist ekki mikið alltaf af okkur og þá er það fullt í gangi. Og það er keppt eftir þyngdarflokkum þar? Já, það er keppt í þyngdarflokkum. Já, alveg, já. 6 þyngdarflokka kvenna og 7 karla. Já, þannig að Íslandsmóti hitti kannski þá hann áður líka því að á sama tíma er verið að undirbúa sig fyrir EM. Já. Það var meira sem þannig að Íslandsglíman átti að vera viku seinna en þegar það var ljóst að Evrópumeistaramótið eru sömu helgi þá færði hana fram viku. En hún var að glíma feikilega vel á laugardaginn og svo sem væri þriðja sæti, hún Eva Dögg. Eva Dögg Jóhannsdóttir og Já, hún hefur nú hampað Freyjumennu fyrir 2 árum og við erum mjög sterk í þessum kvennaflokkum undanfarin ár, en hún veiktist báldið illa í fyrra og hefur eiginlega ekki náð sér almennlega eftir það, en stóð sér feikilega vel og bara mjög öflugt hjá henni að ná á pall, glímdi til úrslitaði mannasætið. Og svo þær voru náttúrulega 8 sem kepptu núna. Það er hérna, ef ég fer bara yfir listan, Bylgja Rún Ólafsdóttir UIA og Margrét Rúnarsdóttir á Herði, eru þær nýjar eða? Nei, þær eru, Margrét er svona eina af þeim reyndari þarna þá hún sé ung, en bæði Margrét og Bylgja eru á leið á Evrópumeistaramóti, þær eru ásamt Jönu og henni Marín. Þannig að þær eru alveg mjög öflugar. Svo koma 3 stelpur úr UIA, Fanny Ösp Guðjónsdóttir, Marta Lóvísa Kjartansdóttir og Nikolía Bóel Ólafsdóttir. Já, þetta eru það yngstu í glímunni ár og kannski reiknaði maður með því fyrirfram að þær myndi svona vera í neðri hlutanum, en þær stóðu þess að feikilega vel og voru að ná í óvænta vinninga. Þannig að þetta var bara fjöru og skemmtileg keppni. Og kannski svona í lokinni áður slepptir, þá eru þið alltaf með svona heiðursgesti á hverju móti. Já. Og hver var það núna í ár? Nú í ár var það Jóhannes Sveinbjörnsson. Hann var glímukongur og glímukatti okkar sunnlendinga hérna á árum áður og meðal annars glímukongur 92, 3 og 5. Og það voru núna 25 ár síðan hann hampaði beltinu fyrst og okkur var tilvalið að fá Jóhannes til að vera heiðursgesta hérna á heimavelli. En nú er bara framöndan, það er náttúrulega undirbúningu fyrir mótið, þið farið bara fljúið út á föstudaginn. Já. Hvernig er svona möguleikar okkar Íslendinga á þessum móti? Þeir eru góðir. Við verðum alveg pott hérna að berjast gullið í einhverjum flokkum. Já. Þetta er náttúrulega bara mjög hörð og jöfn keppni. Það er oft mikil barátt að bara tryggja sér sæti í liðunum. Þannig að til dæmis í Fraklandi þar eru bara 1000 fangbræðamenn og það er stór hópur sem að sækist eftir sætinu og það er alltaf bara einn valinn frá hverju landi í hvern þyngdarflokk. Þannig að en ég á bara ávona á að okkar keppnindi standi sér með sóma. Ólafur Oddur Sigurðsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og það er hægt að nálgast allar upplýsingar öll mót og líka bara þeir sem vilja kannski kynna sér glímuna. Eru það ekki alltaf opnið með það að kíkja heimsókn á fleira? Jú, við erum alltaf mjög jákvæðir. Það er inn á glíma.is. Glíma.is og svo erum við á fjársbókinni. Já, bestu þakkir og gangi ykkur sem allra best. Já, takk fyrir það. Takk. Já, best. Já, Íslandsglíman 2017 lokið og þetta var 107. Íslandsglíman sem fór fram núna á Selfoss helgina og líkt og við komum inn á þá var það hann Ásmundur Hálfdán Ásmundsson úr UIA sem að hlaut sæmdarheiti glímukongur Íslands í annað sinn og í glímunu Freyjumennið
þá var það Marín Laufey Davíðsdóttir sem var hlaut sændamerkið glímu drottning Íslands í 5. sinn. En já, klukkan er 11, þannig að ég þakka fyrir mig í kvöld og þið getið nálgast öll viðtölu úr sporthættinum á morgun inn á Facebook hjá okkur, sporthátturinn mánudagskvöld. Annars þangað til, njótið vikuna með okkur á Suðurland FM. Takk fyrir. Þú getur nálgast viðtöl þáttarins inn á Facebook undir sporthátturinn mánudagskvöld. Sígildir sunnudagsmorgnar á